Í rauninni ætti sjálfstæðisflokkurinn að tilheyra þessum hluta ef hann væri á réttum stað svona í evrópsku stjórnmála landslagi og ég ætla nú bara að gera mig vonur það að það kunna koma að því einhvern góðan veðurdag að sjálfstæðisflokkurinn endurskoði þessar hugmyndir sínar Evrópusambandið. Ef að þjóðin segir nei, að þá svarið nei, það ekki? Sjálfsögðu. Og þá þurfum við ekkert að endurskoða það. Tíminn líður. Það ekkert varalegt í þessu lífi. Þá spyr maður sig, af hverju erum við þá ekki bara 100% inn í þessu og höfum áhrif á þær ákvarðanir á þessum 85% sem við erum að taka upp, skilur mig núna, og hinu, sem að eru teknar. Sitjum við borði. Ef að við erum inn í Evrópusambandinu, þá Evrópusambandið að gæta okkar hagsmuna. Þá erum við Evrópusambandið og Evrópusambandið við. Góðan daginn og velkomin í hlaðvarpið Ein pæling. Þessi þáttur eru boðið fiskhúsi.is, bæjarins bestu pilsur, Happy Hydrate, Alvöru Bón og Polsen. Nú ef að þú ert að hlusta á þetta á almennri veitu, þá ferðu inn á partus.is/ein pæling til þess að fá hana þátt á undan öðrum og án auglýsinga. En fyrir ykkur sem eru að hlusta, þá vil ég eindregið hvetja ykkur til þess að eiga viðskipti við þessi fyrirtæki því þrátt fyrir það að þau séu ekki sammála mér allt, að þá þetta fyrirtæki sem að standa undir málfrelsi á Íslandi og það nákvæmlega það sem þetta hlaðvarp stendur fyrir. En víkjum okkur á þættunum, gjörið þið svo vel. Jæja, Magnús Árni Skjöld Magnússon. Alvöru vikt í þessu nafni. Takk fyrir það. Hvernig ertu? Hvernig ertu? Bara góður. Ekki? Já. Lífið að fara vel með þig? Já, ég get ekki sagt annað. Ég nokkuð sáttur núna. Ég reyndar hefði mér að pæla í því, þegar ég byrja mjög oft hlaðvörpin á þessu og það örugglega einhver búin að ljúga á mér sem það stendur eitthvað illa á þeim. Ég veit ekki hvernig ég ætla að bregðast við þegar það bara næ. Já, þú ert ekki búin að lenda mikið í því. Nei, ég að pæla í hætta núna þegar ég pæla í þessu, það að hætta að spyrja þessari spurningu. Já, nei, ég ekkert að ljúga þér. Þetta búið að vera fínt sumar og bara í góðu standi. Hlakkar til vetrarins. Þú hefur komið við að. Þú ert háskólaprófessor, eða allavega kennari. Ertu prófessor? Já. Nó, það ekkert annað. Og hefur verið á þingi. Þú að fleira? Ég að gleyma einhverju? Bara, skiptir ekki máli. Nei, bara hitt og þetta. Evrópumálin. Já. Þau eru núna að fara að verða meira í brennidepli eftir að ríkisstjórnin tilkynnti það að hún hyggst kjósa það hvort að þjóðin eigi að fá að kjósa, hún ákvað það að þjóðin ætti að fá að ákveða hvort þau ætlum að halda áfram aðildarviðræður með ESB. Passar. Hvernig leggst það í þig? Það leggst auðvitað bara mjög vel í mig. Þetta hefur auðvitað legið í lági svolítið í nokkur ár. Má segja alveg frá því að ný ríkisstjórn tekur við völdum 2013 og svona tekur þá stefnu að halda ekki áfram með aðildarviðræðurnar. Það var auðvitað fráfarandi ríkisstjórn sem að setti viðræðurnar á ís vegna þess að þau vildi ekki standa í að hafa þær í gangi á meðan þau voru í kosningabaráttu. En síðan auðvitað ríkisstjórn Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks sem að svona gerði allavega því að slíta þessum viðræðum. Sem að fóru nú ekki betur en svo að það tókst ekki öllum líkindum og að minnstu kosti virðast þau sem að best til þekki að vera sammála það að aðildar umsóknin sé ennþá til staðar og það sé hægt að endurvekja hana með einhverjum hætti og það það sem að núverandi ríkisstjórn ætlar að spyrja þjóðina hvort að hún vilji að við gerum. Og hvað vilt þú? Ég vil auðvitað að við höldum áfram. Það gefur auga leið. Já. Þú ert náttúrulega, formaður Evrópuhreyfingarinnar? Já, passar. Og ert hrifin af Evrópu, ég reyndar það líka, þó svo ég hafi mínar efasemdir akkurat í dag, svo ég tekni upp líka bara mína afstöðu áður og höldum áfram, þá hef ég verið svona, á girðingunni eins og kaninn myndi lýsa því, í þeim efnum hvort að við ættum að fara í ESB eða ekki. Ég hef lengi verið á þeim buxunum að gjaldmiðillinn sé eitthvað sem að okkur til trafala, eitthvað sem að ekki gott fyrir íslenskt efnahagskerfi. En ég eftir á móti horfi núna, ég búin að vera að lesa Draghi-skýrsluna. Já. Og hef komist að því að ekki allt með feldu innan Evrópu varðar sérstaklega orkumál eins og hann nefnir í upphafsskýrslunar og líka hvað varðar bara þróun á ýmsum sviðum, bæði hvað varðar líðþróun og annað
og ég Einmitt. hef komist að því að þetta sé vondhugmynd. Hver hefur þú skoðað þessa skýrslu sjálfur? Já, ég hef aðeins kynnt mér hana, Já. já, sannarlega. Hvað finnst þér eitthvað sem að breytir það eitthvað afstöðunni? Sko, þessi skýrsla er auðvitað bara gagnlegt plagg fyrir forsvarsfólk Evrópusambandsins svona til stefnumótunar til framtíðar og er auðvitað hugsuð þannig og ég meina auðvitað er það bara þannig í mannlegu samfélagi að það er alltaf einhvers staðar sem að skórinn kreppir og til þess að geta gert einhverjar umbætur og komist upp úr einhverjum hjólförum og þá þarftu auðvitað að þekkja stöðuna og ég lít fyrst og fremst á þessar skýrslur sem slíka og ég veit að hún er hugsuð þannig að svona mörguleiti þú veist er tekið sterkt til orða og kannski ekki ástæðulausu því að það er auðvitað þarna hlutir sem þarf auðvitað að ávarpa og Evrópusambandið er að ávarpa og ætlar að ávarpa þannig að bara ég held að þetta sé bara mjög gott hvað maður að segja, gott skref til þess að vinna sig áfram og svo sem allt í lagi að segja hlutina sterkum orðum og eins og þeir eru og þannig getur maður komist áfram eitthvað áleiðis. Já, en hvað sko út af því að núna eins og segi þessi skýrsla málar upp nokkuð dökka mynd á ýmsum sviðum og reynar hvar sem hann dreipur niður hægt að vera rauk fyrir því, auðvitað er hann að gagnrýna þá hluti sem að hann er ekki skrifað það í skýrsluna sem að er gott nú þegar. Nei. En sko það sem ég er að velta fyrir mig núna. Þú nefnir áskoranir til dæmis í orkumálum. Já. Ég meina það auðvitað blasir við að stríði í Úkraínu hefur haft auðvitað mjög alvarlegar afleiðingar fyrir orkuöflun stærstu ríkja Evrópu, við nefnum bara Þjóðverja sem allt í einu sátu uppi með það að þurfa að breyta hvar þeir fá sína orku og hugsanlega gerðu þeir mistök með því að hætta við kjarnorkuna fyrir nokkrum árum og reiða sig á olíu frá Rússlandi og gasið náttúrulega líka og gasið ekki síður þannig að þetta er auðvitað risavaxin áskorun sem að þarf að mæta. Fyrirgefðu, ég greið fram í því. Nei, bara ekki stress, þetta er mjög heimilislegt hjá okkur. Já. Hlaðvarpið er í samstarfi við fyrirtæki sem að veita úrvalsþjónustu og eitt af þeim er Alvöru Bón. Við skulum bara vera hreinskilin, ef þér þykir vænt bíliðin þá læturðu gera þetta almennilega og það er nákvæmlega sem Alvöru Bón gerir. Fer með bíliðin, hvort sem það eru alþrif, djúphreinsun, mössun eða hvað eina, þá skellur þér á Alvöru Bón og lætur degra við bíliðin. Farðu inn á vefsíðuna og tryggðu þér 10 tíma klippikort, þá þarftu bara ekkert að vera að pæla í þessu. Alvöru Bón, kíkið á þetta, þið verðið ekki fyrir vonbrigðum. Sko þá og ástæðan fyrir því til að sé ekki heilvanlegt skref að ganga í Evrópusambandið núna og ég reyndar á því sko að ég tel að flestir sem að vilji að við höldum áfram í aðildarviðræður séu mótfallinir því að við göngum inn í Evrópusambandið. Út af því að ég einhvern veginn sko, mér finnst þetta að vera það slæm hugmynd sérstaklega þegar ég sérstaklega þá meina ég að alfarið eiginlega út af því sem bent á í tragiskýrslunni út af því að ég held að þjóðin muni ekki vilja fara í Evrópusambandið þegar þessar umræður eru teknar af þessum afgefnum forsendum eins og hann talar hagvöxt, hann bara stórkostlegt atriði er að hagvöxtur í Evrópu er að fara að hægja á sér og er orðinn allt of lítill og er orðinn ósjálfbær á meðan við hér á Íslandi erum með hagvöxt þrátt fyrir við séum með áskoranir að það er hagvöxtur að aukast, það er að fara rauk fyrir því að það sé ekki að mann og fara í einhverjar tölulega greiningar á því en aftur á móti er hann að aukast og út af því að náttúrulega í Evrópu er hann líka búin að vera mikil fólksfjölgun og hagvöxtur er samt ekki í samræmi við það sem við sjáum á Íslandi en sko út af því að ég tel að út af því að þú ert í þessari hreyfingu að þú viljir fara í Evrópusambandið, hvað er það sem að þú sérð fyrir þér að sé jákvætt í því að við förum í Evrópusambandið sérstaklega þegar við erum nú þegar með EES-samningin. Hvað myndum við græða á því að ganga alla leið? Þetta er frábær spurning. Mér langar fyrst aðeins samt að ávarpa þetta með hagvöxtin í Evrópu. Af því að sko það eru þetta sérstaklega, maður sér þetta stundum bara í umræðinni og þetta er svona umræðu trikk svolítið af því að það er, ef þú tekur Evrópusambandið sem heild sem eru 27 fullvalda þjóðríki með mjög mismunandi efnahagskerfi, þú veist, við erum með Þýskaland, við erum með Grikkland, við erum með Portugal og Danmörku og Holland og Írland og svo framvegis að sko, þú veist, þetta er svona eins og að sko
taka hóp fólks og segja þau eru 170 cm á hæð, skilur mig. Að meðaltali eru þau kannski 170 cm á hæð, en þú veist, einstaklingarnir eru mismunandi á hæð og þannig er þetta líka með ríkin innan Evrópusambandsins og ríkin, þau skiptast líka í svæði og innan Evrópusambandsins er svona það sem stundum við kallaðum blái bananinn, það er svæði það sem er mjög sterkur hagvöxtur, sterkt efnahagslíf, mjög ríkar borgir, þú ert með til dæmis á Norður Ítalíu ertu með ríkasta hagkerfi jarðarinnar, skilur mig, og meðan á Suður Ítalíu, Sikilei og þar er bara, þú veist, það er nánast bara þróunaríki, sko, skilur við, þannig að þú veist, það að tala um Ítalíu bara, þú veist, bara það að tala um Ítalíu og hagvöxt á Ítalíu er bara mörguleiti nonsensical, hvað þá að bera, sko, hagvöxt 27 Evrópuríkja saman við hagvöxt á Íslandi. Það eru sum Evrópuríki sem eru með meiri hagvöxt heldur en á Íslandi, svæði innan Evrópu sem eru með sterkari hagvöxt en á Íslandi, hærri laun, meiri kaupmátt og svo framvegis. Innan Íslands er meira að segja mismunandi hagvöxtur. Það er annar hagvöxtur í Reykjavík heldur en til dæmis á Bakkafirði eða ég veit ekki hvað við getum tekið sko, Höfn í Hornafirði, þú veist og sko hagvöxturinn á Íslandi hefur auðvitað verið dregin undanfarin ár af ferðaþjónustunni, skilur mig, vext bara, þú veist, fordæmalausum vexti í einni atvinnugrein sem er ferðaþjónustan, sem hefur bara gjörsamlega sprúkið út á síðustu 2 áratugum og það hefði ekkert verið neitt öðruvísi tel ég þó við hefðum verið í Evrópusambandinu, þó við hefðum gengið inn í Evrópusambandi 2015 eða 13 eins og Króata gerðu, skilur mig. En hvað græðu það þessu? Já, við skulum fara í það. Svo ég kannski bæti aðeins, bræðbæti þetta aðeins, að sko, ef einhver til dæmis, ef ég er Lionel Messi árið 2014, bara eitthvað mitt besta og ég er að fara yfir í ensku deildina og ég myndi kjósa það að fara í... Hlakka til að heyra hvert þetta er að fara. Já, þú veist, einhvern smáklúbb eins og Manchester United þegar ég geti farið í Manchester City. Af hverju ætti ég að vera að fara í einhvern smáklúbb áhugamanna sem er að fara að tapa alltaf öllu í stað þess að vera í stöndur í stöðu og halda mig bara í Manchester City, þar sem ég er nú þegar. Af hverju myndi ég vera að dreifa mínum ágóða á einhverja áhugamannaklúbba þegar ég getur henni verið með þeim stærstu og haldi áfram minni vegferð. Þetta er dálítið skemmtileg samlíking, sko. Ég myndi vilja taka þessa samlíkingu aðeins annað og sko taka hana þangað að þetta er svona dálítið eins og við Íslendingar séum að spila í Evrópudeildinni og síðan kemur sko að úrslitakeppninni og þá viljum við ekki vera þar, þó svo við hefðum kannski þátttökurétt til þess að vera þar. Bara því við einhvern veginn, við erum svo lítil þjóð, við treystum okkur eiginlega ekki, við munum örugglega tapa öllum leikjánum, skilur mig. Þú veist, mér finnst þetta að vera sko, það vil ekki taka skrefið inn í Evrópusambandi, vera dálítið eins og segja nei, við ætlum að vera í Evrópudeildinni, jú, við spilum og við þessi lið og öðlumst þátttökurétt, en við ætlum ekki að fara á mótið, af því að það er á mótinu skilur mig sem að sko, sem allt gerist síðan sko, þú veist, það sem að okkur er í alvörunni rankað og alvöru hlutir gerast og það er innan sko Evrópusambandsins af því að við erum að stórun hluta sko innan þess, við erum svona auka aðilar með EES, þú nefndi það og sko það er mjög margar svona tölur í loftinu hvað það var hvað við tökum upp mikið að gerðum Evrópusambandsins og allt það sko en svona það sem þeir sem að gerst hafa skoða þá erum við að taka upp svona 85% af því sem að Evrópusambandslöndin eru sjálf að taka upp og Gulli segir þessi 15%, ég skil ekki alveg. Nei, sko það er að því að sko hann byggir á svokölluðu Davíðs svari sem að kemur fyrst fram árið 2004 og þá var það 6,5% og þá taldi sko þessi skýrsla sem að utanríkisráðuneytið gaf út undir forystu Davíðs Oddssonar allt sem að hefði komið frá Evrópusambandinu á tímabilinu 1994 til 2004 meðal annars hluti mjög stór hluti af því sem að Evrópusambandið ákvarðar eru ákvarðanir sem snerta bara til dæmis einstaka atvinnugreinar í einstaka aðildarríkjum til dæmis og jafnvel bara einstaka bændur í einhverju, þú veist, í Frakklandi, skilur mig og þetta var allt saman talið með, þú veist, þetta er ekki tekið upp heldur í Svíþjóð eða Danmörku eða öðrum Evrópusambandslöndum
og það var einhver sænskur fræðimaður sem skoðaði svipaða hluti á svipuðum tíma og komst að mjög svipuðum tölum og Davíðskýrslan á þessum tíma. Við værum að taka upp Svíar væru að taka upp 6-7-8% af því sem að Evrópusambandið sendi frá sér. Á sama tíma var vantalið margt af því sem að hafði verið til dæmis bara, að var ekki talið með það sem var í samningnum Evrópska efnahagssvæðið á sínum tíma sem voru eitthvað 1500 gerðir eða hvað það var 1600 og aðrar gerðir sem að höfðu verið teknar upp með öðrum hætti heldur en beint í gegnum samningin voru heldur ekki talda með. Þannig að það voru gerðir þarna sem voru vantaldar sem við tókum upp hundruð ef ekki þúsundir Þannig að þetta var ekki mjög góð, þetta voru ekki mjög góð félagsvísindi. En ef við skoðum berum saman það sem að við erum að taka upp og það sem að Evrópusambandsríkin sjálf, eins og ég nefndi Svíþjóðin áðan, það hefur verið skoðað af fræðimönnum, að við erum cirka 80-85% af því sem Evrópusambandsríkin taka upp. Það eru ákveðin hlutir sem eru ekki inn í EES-samningnum, ákveðin atvinnugreinar, landbúnaður, sjávarútveg til dæmis, auðvitað mikilvægust fyrir okkur, sem að við erum ekki að taka upp og þar að leiðandi erum við ekki 100%, en við erum 85% inn í þessu. Hlaðvarpið er í samstarfi við fiskhúsið.is. Fiskhúsið.is er heildverslun fyrir veitingamenn sem vilja það ferskasta og það besta fyrir sína kúnna. Hvort sem að það er fyrir veitingareksturinn, hótelreksturinn, mötuneytið eða hvað annað, þá ferðu inn á fiskhúsið.is til að sjá það gríðarlega úrval sem að strákarnir hafa upp á að bjóða. Ef að þú vilt hið ferskasta og hið besta, þá gerir þetta sjálfsögðu almennilega, ferðin á fiskhúsið.is. Það er ekki til sú spurning sem að strákarnir hafa ekki svarið við, þannig að enn og aftur fiskhúsið.is til að fá ferskasta og besta fiskinn á landinu. Þá spyr maður sig, af hverju erum við þá ekki bara 100% inn í þessu og höfum áhrif á þær ákvarðanir á þessum 85% sem við erum að taka upp, skilur mig núna, og hinnu, sem að eru teknar, sitjum við borðin og fólk hefur verið að gera lítið úr því að sitja við borðin, auðvitað eru við smáríki og allt það, en það breytir því ekki að þegar einn af 20, segjum ef við myndum bætast við þessi 27 ríki sem eru núna, þá verður 28, einn af 28 ráðherrum sem sitja við borðið og verið að ræða eitthvað sem þarf að ná niðurstöðum, þá er auðvitað betra að vera einn af þeim eða heldur en að bara sitja úti og naga þröskuldin, skilur mig. Þú hefur áhrif inn á fundum, þú þekkir þetta sjálfur. Ég meina, ef þú værir í húsfélagi þar sem að væru 27 íbúðir í blokkinni, þú vilt auðvitað geta setið á húsfundunum þar sem verið að taka ákvarðanir hvort að skipta þak eða veggfóra stigaganginn, skilur mig. Frekar heldur en að bara þurfa að bíða eftir ákvörðun húsfundarins og reyna síðan að hafa áhrif á það sem kom út úr honum. Þú veist, og þetta er auðvitað ekki eini staður, hérna er ég að tala ráðherraráðið, við myndum líka vera með auðvitað Evrópuþingmenn og þeir færu ekki inn í eitthvað þingflokk sem héti íslenski þingmenn, heldur væru þeir hlutar af stjórnmálaflokkum á Evrópuþinginu, þeir allir líkitum myndum við fá einhverja sem færu inn í, þú veist, sósíalista hreyfinguna, við verum með þingmenn sem færu inn í hreyfingu hægri manna og líberala og svo framvegis. Og þar er það bara auðvitað þeim í sjálfsvald sett hversu mikil áhrif þeir hafa. Þú veist að auðvitað þingmenn bara hafa áhrif í gegnum sinn karisma og sín tengsl og bara sinn áhrifamátt sem talsmenn sjónarmiða, skilur mig. Þannig að þú veist, þá er enginn að segja, nei, þetta er hann er Íslendingur, við skulum ekki taka mark á honum. Þá tekur þú bara mark á þeim sem að færi fram góð rök og er fylgin sér og best fyrir sínum hagsmunum. Annað líka, við fengjum starfsfólk í öllum stofnunum Evrópusambandsins, á öllum lögum, skilur mig, valdast lögum sambandsins, þannig að við værum með örugglega 100 Íslendinga starfandi fyrir Evrópusambandið, mónitorandi það sem þeir eru að gera, takandi þátt í þeim ákvörðunum sem eru teknar, búandi til það stöff sem að sambandið sendi frá sér og svo framvegis. Þannig að þetta eru áhrifin, þau myndu koma með þessu. Og við erum auðvitað Evrópuþjóð, við erum búin að taka þessa ákvörðun að vera inn í þessu apparati og öll okkar menning er evrósk. Við erum bara evrósk nýlenda, stundum er okkur kennt að bara, þú veist, þegar ég var að alast upp og þá byrjaði maður bara einhvern veginn að læra Íslandssögu sem byrjaði bara með landnáminu, þá var bara eins og við hefðum bara dottið að himnum ofan á þetta land árið 874 og bara ekkert hefði verið til staðar á undan því. Það er auðvitað ekki þannig. Ég meina, við erum bara Evrópuþjóð, tölum evróska tungu, okkar menning er öll meira og minna evrósk
og og við höfum verið í samskiptum við Evrópuríki, alla okkar sko sögu, við vorum hluti af sko fyrst Noregi og síðan Danmörku í 800 ár, það er ekki fyrir nú síðustu öld sem að við verðum fullvalda og sjálfstæð sko, þannig að bara Evrópa er okkar heimaland og sko það sem er að gerast þar, það hefur gríðarlega áhrif á okkur, bara þetta stríð í Úkraínu, það hefur áhrif á okkur. Sko, Úkraínumenn hafa komið hingað í stórum stíl, þúsundir Úkraínumanna hafa flust til Íslands. Við höfum auðvitað, sko, með því að vera á evrópska efnahagssvæðinu höfum við fengið hingað, sko, hvað eru við innflytjendur hérna frá EES-löndunum, átnum ekki 70-80.000 manns. Já, 70.000 held ég. Heldur bara uppi heilu atvinnugreinum, byggingariðnaðinum, ferðaþjónustunni og svo framvegis, þeim greinum sem hafa verið að keyra áfram en hagvöxt sem þú nefndir hérna áðan. Minna orðin bara mjög mikilvægur hluti af því fólki sem hér býr og þeirri þjóð sem hér býr. En þeir komu þó svo að við værum ekki innan ESB og það sem ég er að velta fyrir mig. En þetta er fjórfrelsið sem er þáttur í þáttöku okkar í þessu Evrópusamrunaferli. Já, og fyrir það sem er það ekki fjórfrelsið þá er það þjónusta, fólk, vörur og fjármagn. Já. Sem að hefur sem sagt á að vera frjálst flæði þessara fjóra þátta. En sko, nú velti ég fyrir mér út af því að það sem hefur náttúrulega verið eitthvað sem að margir tala í sambandi við Evrópusambandið er þetta gríðarlega regluverk sem að virðist vera, við erum náttúrulega tekið margt upp hérna og gullhúðað það og gert eitthvað umfram það og sem hefur orðið okkur, ekki til hagsbóta. En núna er, það sem ég heyri það þegar þú segir sko að við fáum hérna færa okkur yfir í ákveðnar stofnanir, fáum að koma að borðinu og þetta, að þá kemst ég ekki hjá því að hugsa hvort við séum ekki að afsala okkur fullveldi með því að vera að færa þetta yfir inn í stærra reglufargan. Og mér finnst þetta að vera reglufargan út af því að nú er ég svona frjálshyggjumaður og byggi svona mína hugmyndafræði á því að nálægðarreglan eigi að vera í fyrirrúmi og að þegar að að ræða ESB-mál að þá langar mig ekkert að vera hluti af einhvern klúbbi. Mér langar ekki að við séum að hugsa fullveldi okkar á lýðveldi undir þeim formerkjum að við séum Evrópu þjóð sem eigi að vera í klúbbi með öðrum Evrópuríkjum. Þar finnst mér svolítið svona skorta ákveðna yfirsýn yfir það nákvæmlega þegar að og það er eitthvað hlegið að Arnari Þóri Jónssoni fyrir það að vera að benda og í samvættu við bókun 35 að það sé eitthvað fullveldismál og eitthvað annað, en mér finnst það ekkert vera gríðarlega eitthvað til að hlæja það sko. Mér finnst þetta alveg vera eitthvað sem við eigum að vera að huga að þegar við erum að tala það að við ætlum að fara inn í stærra bandalag sem að og kemur fram í skýrslunni að það sé mikið akkeri sem þarf að draga með sér þegar það kemur að hagvexti sem er þetta reglufargan. Mér finnst það miklu fleira þurfa að eiga sér stað áður en að við íhugum að fara inn í þetta. Frábær spurning og takk fyrir að láta mig hafa þetta blað hérna pennan áður en að ég sagði það, ég fer að svo mikið flug Akkurat, ég er algjörlega sammálaðir með nálægðarregluna og Evrópusambandi byggir á þeim grundvelli að sko ákvarðanir séu teknar á lægsta mögulega stjórnsýslustigi og þetta reglugerðarfargan sem þú talar við erum þegar þáttakendur í þessu. Ég meina, eins og áður sagði við tökum upp 85% af öllu því sem að Evrópusambandsríki eru að taka upp, sko restin er bara þær atvinnugreinar sem að eru utan við EES-samningin. Þannig að sko og eins og þú nefndir líka, þá sko tökum við upp sko mjög margar gerðir og við bætum í, skilur mig. Þú veist, í staðis að sko segja, náttúrulega taka bara svona eitthvað hypothetical dæmi, sko, strengir sem að liggja í jörðu, rafmagnsstrengir sem liggja í jörðu, það má ekki vera lengra heldur en 5 kílómetrar eða eitthvað svoleiðis, eða verður að vera 5 kílómetrar á lágmarkið, þá segir við, það má vera 1 kílómetri, skilur mig, við breytum þessum reglum, þannig að sko, í sumum tilfellum eru þær íþyngjandi fyrir okkur, skilur mig, og fyrir okkar atvinnulíf, og eins og nefnir hagvöxtin hér, þrátt fyrir þetta reglugerða fargan, og þá hefur alveg verið sterkur hagvöxtur hérna á Íslandi sko og margar af þessum reglum sem þú nefnir hafa líka bara verið okkur til hagsbóta, gert hlutina skilvirkari og samræmt líka það sem við erum að gera því sem að gerist á þeim markaði sem við erum á, þessi innri markaður og margt af þessum reglum eru auðvitað til þess að sko
koma í veg fyrir sko samkeppnishömlur, skilur mig, til þess að tryggja það að samkeppnin sé jöfn, sé réttlát. Þetta svona, að því þú nefndir þú værir frjálshyggjumæður og þá þetta til þess að sko, að hvað maður að segja, til þess að tryggja það að það sé ekki sko, ríkin sé ekki að styðja með einhverjum hætti við eigin keppendur eða einhverja sko gullkálfa, heldur sitja allir í sama borð þegar kemur á samkeppninni, okkur til hagsbóta, það að segja okkur neytendum. Þannig að það auðvitað mikið af neytendareglum og neytendavernd sem kemur í gegnum þetta. Og eins og áður segir oft á tíðum kjósu við að hafa reglurnar strangari heldur en eru í Evrópusambandinu. Svo nefndir við bókun 35 og sko það er kannski sko skiljanlegt að á markaði þar sem að þurfa að vera reglur til þess að samkeppnin gildi, að þar sé hægt að úrskurða mál sem að ágreiningur á einhverju stigi, skilur mig. Og það væri auðvitað devastating fyrir innra markaðin ef að sko Ítalía gæti ákveðið eitt einhverjar ákveðnar reglur en sko Frakkland eða Spánn eitthvað annað. Þannig að það þarf að vera dómstóll sem getur úrskurðað í þessum málum. Það er aldrei verið að úrskurða eitthvað sko hvort að einhver eigi að fara í fangelsi eða hvort að skilur mig, þú veist, eitthvað sem að snertir einstaklingar sem slíka. Þetta eru málefni sem að snerta framgang innri markaðarins fyrst og fremst. Og fyrir þá sem að hlusta þá voru þetta að reglur sem að koma frá Evrópusambandinu eigi að vera, hvað var að segja, gilda frekar heldur en íslensk lög. Já, það sé hægt að úrskurðum það að evrópsk lög séu réttherri heldur en íslensk þegar kemur að því að finnst þér það ekki hljóma creepy? Þegar þú ert með innri markað þar sem að reglur þurfa að sko gilda, sömu reglur þurfa að gilda í Þýskalandi og Frakklandi og Íslandi, að því við erum búin að vera hluta þessum innri markað síðan 1994, skilur mig, þá finnst mér bara eðlilegt að sé einhver dómstól sem getur úrskurðað þetta. Að lögin okkar séu réttu minni eða hvernig sem það myndir orða það að reglur innan Evrópusambandisins séu rétt herri heldur en þau lög sem að lýðræðislega kosnir aðilar. Sko, það er náttúrulega við eigum auðvitað ekki að setja lög sem að gangi berhögg við innri markaðin. Þetta er auðvitað fyrst og fremst lög sem að snúa að innri markað, samkeppni og öðrum slíkum þáttum. En þá er þetta að fara rök fyrir að þetta sé afsal fullveldis? Já, klárlega Sko, fullveldi er auðvitað mjög svona, eins og þú veist sem stjórnmálafræðingur, sleift og óskýrt hugtak. Og sko fullveld, það sko í heimi þar sem að við neyðumst til þess að vinna saman og höfum ákveðið að vinna saman, skilur mig, til þess að ná ákveðnum markmiðum, að þá þurfum við óhjákvæmilega að deila okkar fullveldi, skilur mig, þjóðirnar, til þess að geta náð sameiginlegum markmiðum þegar kemur að sameiginlegum viðfangsefnum. Og þegar þjóðir kjósa að búa til sameiginlega markað þar sem að þeir vilja að gildi sömu reglur á markanum fyrir öll fyrirtæki og einstaklinga innan þess markaðar, að þá er ekkit óeðlilegt að þau sé að framselja það vald að geta breytt þeim reglum bara upp á sitt einsdæmi, skilur mig. Það þurfa að gilda sömu reglurnar á þessu markaði til þess að hann sé skilvirkur. Það er það sem þetta gengur út á. Hlaðvarpið er í samstarfi við fyrirtæki sem hafa sett svip sinn á íslenska menningu og eitt þeirra eru Bæjarins bestu pylsur. Ég og þú vitum alveg að þegar við fáum okkur pylsu sem er ekki frá Bæjarins bestu og þá vildum við að svo væri. Það segir það í orðinu, þetta eru Bæjarins bestu pylsur. Þið vitið það, ég veit það, skellið þessu hlaðvarpi í eyrun, farið á næsta sölustað og kaupið ykkur tvíhleypu ásamt einhverju góðu að drekka. Já. Skilvirkni markaðarins. Já, þá langar mig að fara hans yfir annað út af því að þetta er aðeins svona hliðarskref en samt ekki, út af því að þetta hefur með Evrópusambandið að gera. Út af því að núna voru Kristrún og Þorgerður að hitta Ursula von der Leyen að skrifa undir eitthvað, ég veit ekki hvort það sé búið að skrifa undir það, en það er allavega til umræðu að veri einhver svona varnarbandalagi í bandalagi sem að getur ólíklega varið sér sjálft og ólíklega
eða þarf allavega á stuðningi Bandaríkjanna að halda í því efnum. Talaði við Albert Jónsson daginn og hann sagði sko það sem að snýst okkar varnarmál snúast að Bandaríkin huga mjög mikið að því hvar Ísland stendur í stjórnmálunum út af því að það hægt að ráðast á Bandaríkin frá Íslandi. Og þar af leiðandi myndi við aldrei þurfa að hafa áhyggjur af öryggi okkar í svona þessum stóra skilningi. Það er að segja ef það kemur einhver stór innrás eða eitthvað því líkt. Og ég hugsaði sko þegar að það er stöllur, Þorgerður, Katrín, Ursula von der Leyen og Kristrún Frostadóttir eru að íhuga einhvers konar varnarbandalag við Evrópu. Þá hugsaði ég með mér sko, þetta er eins og að vera hjá tveimur tryggingafélögum. Já. Mjög heimskulegt út af því að við erum nú þegar með varnarbandalag við Bandaríkin og ok, það er frábært eins og allir sjá, það sem þetta er stærsta herveldi í heimi. En aftur á móti sko erum við líka að skrifa upp á varnarsamning við varnarbandalag sem að getur ekki komið til móts við Evrópu, þá er Bandaríkin til þess að hlaupa tilbaka þar og er ekki með sameiginlegan her. Þá hugsaði ég, hvað í ósköpunum erum við að spá? Hvað heldur að ef að segjum svo að kemur stórtæk árás hérna inn, þá myndum við bara lenda í sama og þegar þú ert tryggður hjá tveimur tryggingafélögum, þar sem að Bandaríkin getur sagt, heyrðu, þið eru í varnarbandalagi Evrópu, látið þau græða þetta og Evrópa myndi segja, heyrðu, við erum ekki með sameiginlegan her, við getum ekkert gert. Þannig að við varum ég horfa á þetta þannig að við sem að setja okkur í miklu verri stöðu og miklu meira óöryggi núna þegar við erum að huga einhverju varnarbandalagi við Evrópu. Hvernig horfum þetta þér? Frábært þú skulir ávarpa þessa spurningu. Sko, þetta sem að þær voru að ræða við von der Leyen daginn, það er auðvitað bara sambarlegt við það sem að sko önnur ríki utan Evrópusambandsins hafa verið að gera og þú þekkir sjálfsagt líka. Eins og Bretland er aðilega þessu samstarfi. Svíar og... Já, Svíar er náttúrulega í Evrópusambandinu, Kína. Nei, fyrir ekki Kína, Japan, ekki Kína, Japan og Suður Kórea eru aðilar að þessu líka, skilur mig, þannig að sko það eru lönd utan Evrópu sem eru að vinna með Evrópusambandinu að öryggis- og varnarmálum og hluti af þessu er að sko geta tekið þátt í því að sko að þróa tækni til öryggis og varna. Og sko komast í sjóði Evrópusambandsins sem að styrkja sko varnar tengda tækniþróun. Sem auðvitað er tækifæri fyrir íslensk til dæmis hugbúnaðarfyrirtæki eða tæknifyrirtæki. Þetta er eitt. Sko það er engin að gera sér neina grillur það að þetta sé eitthvað sem kemur í staðin fyrir aðild okkar að NATO eða varnarsamningi við Bandaríkin og það er auðvitað alveg rétt hjá þeir sem þú nefnir að Bandaríkin eru auðvitað í dag öflugasta herveldi í heimi og það kemur ekkert í staðin fyrir það ef þau taka að sér að sjá landvarnir þínar og við erum með varnarsamning við Bandaríkin frá 1951 og þau voru auðvitað hér með herstöð til 2006 þegar þau sko töldu að sínir hagsmunir væru betur varðir annar staðar og þá sérstaklega í því að heyja styrjaldir í Miðausturlöndum sem að síðan virðist vera að breytast núna og þau eru farnir að horfa aftur til norðurslóða. En á sama tíma sjáum við auðvitað sko að það eru svona viðsjár uppi í bandarískum stjórnmálum. Við verðum nú eiginlega bara að viðurkenna það. Hvað ertu að tala um? Hvað er ég að tala um? Ég meina við erum til dæmis bara með Bandaríkjaforseta sem hefur hótað því að innlima nágrannaríki okkar Grænland með vopnavaldi og hefur talað um að innlima Kanada sem er líka sko nái bandalagsríki Bandaríkjana innan NATO og sko menn auðvitað spyrja sig og fyrir utan auðvitað sko stefnubreitinguna í tengslu við Úkraínu og stríðið í Úkraínu og það sem við erum að sjá bara þessa dagana að Bandaríkjamenn svona er að nálgast sjónarmið Rússa bara í því stríði sem er auðvitað uggvænlegt fyrir okkur í Evrópu þannig að sko það sem að sko Evrópa hefur að mörguleiti hvað maður að segja svona ákveðna hugmyndafræðilega forystu fyrir ákveðin svona hvað ég að segja sjónarmið sem að við höfum viljað standa fyrir í heiminum, mannréttindi frelsi og lýðræði og svo framvegis sem að við svona sko óttumst að sé ekki lengur í forgrunni hjá Bandaríkjunum og það er svona ákveðin ótti líka hjá okkur það að bara hvort að þessi varnarsamningur myndi halda ef að til vopnaðra átaka myndi koma. Það er auðvitað rétt hjá þér að sko maður
sko, þú veist, það er ákvæmlega líklegt að Bandaríkin myndu verja Ísland en sko það væri þá hugsanlega á forsendum Bandaríkjana en ekki á okkar forsendum. Þau verður þá ekkert endilega verja Ísland fyrir okkur, heldur fyrir sig. Fyrir eigin hagsmuni. Já, fyrst og fremst. Sem heppilegt fyrir okkur samt. Sem getur verið það, kannski samt ekki, sko. Maður bara veit það ekki, sko. Það er erfitt að segja hvert scenaríóið væri, sko. En varnarsamstarfi, ég meina við erum auðvitað líka í annars konar varnarsamstarfi við Evrópuríki sem er varnarsamstarfi JEF, þar sem við erum að starfa mjög náið með herjum Norðurlandana, Eystrasaltsríkjana, Breta og Hollendinga og það samstarf er alltaf að verða dýpra og betra. Evrópuríkin eru auðvitað að gera mikinn gangskur í því að efla sínar varnir og stilla saman sínar varnir og ég meina það er auðvitað, þú veist, sko, Evrópa er alveg sko, burt sér frá Draghi-skýrslunni og öllu því auðvitað eitt öflugasta efnahagskerfi veraldar. Og ef að það ákveður þetta svæði að efla sínar landvarnir að þá þarf ekkert marga áratugi til þess að þær verði alveg sko up to standard sko. Nei, ekki áratugi, ég meina við veitum það alveg, ég er þetta hlóta það í að þeirra Trump var að krefjast þess að Þjóðverjar myndi auka við sín vígbúnað já. Og sögulega það svona eitthvað sem var ekki algengt árum áður. Eftir síðari heimsstyrjöldina þá var nú talað hvort það ætti ekki bara svona af iðnvæða Þjóðverja sko. Já, nákvæmlega. Og við vitum alveg að Þjóðverjar geta verið skilvirkir þegar það reynir á. Já. En sko, núna sjáum við samt sko það sem hvað ég var að segja. Ég ætla að leyfa mér að segja að þeir flokkar sem að kannski tala hlýlega til Evrópusambandsins og aðildar umsókn okkar gagnvart þeim eru svona, hvað ég var að segja, ekki lengst til hægri á svona pólitíska ás, svo við tölum svona hefðbundum nótum, þá ráttur það að margir telja að þessi ás sé úr sér gengin til þess að meta stöðuna, en bara til einföldunar þá er það svoleiðis svolítið í dag. Við erum að sjá að svona hægri flokkar sem eru ekki á þeim buxunum og eru tortryggni gagnvart Evrópusambandinu. Diljá Mist sagði núna síðast að þetta hjá mér að flestir eru að reyna að koma sér út, þá er skrítið að vissum er að reyna að komast inn. Hægt að fara rauk fyrir því að það sé ekkert svoleiðis í gangi, en aftur á móti það er það ekki sko. Nei, en það eru flokkar samt en það eru flokkar aftur á móti sem eru tortryggni gagnvart slíkum svona ríkjasambandur sem eru að verða stærstu flokkanir á hennum ýmsum sviðum. Þú ert meira sem er svoleiðis flokka á Evrópuþinginu. Já, akkurat. Nigel Farage náttúrulega var á Evrópuþinginu og hann stýrir núna Reform UK og var svolítið í fararbroddi í því að koma Bretum út úr Evrópusambandinu. Algjörlega. Þannig að ég er að velta fyrir mig sko eins og Draghi skýrslan þetta segir, það hriktir í öllum stóðunum varðar svona félagslega samheldni. Það hefur verið að gera með lýðþróun, það hefur verið að gera með demografíu, svo ég fá að sletta. Það hefur verið að gera með gildi og viðmið, það er að verða eldfimara ástand á ýmsum sviðum í Þýskalandi, Frakklandi, Bretlandi þrátt fyrir að þeir séu nú farnir út. Danmörk er að taka svolítið hart í handbremsinu í útlendingamálunum og hin ríkin verið að ætla að fylgja. Við erum einhverjum, hvað við að segja, áratug 15 árum á eftir eins og á ýmsum sviðum. Miðað við þennan óstöðuleika sem ég búin að vera að mála þessu hreyfir það eitthvað við þínum hugmyndum ágæti þess að við göngum í ESB? Sko, þetta er auðvitað alveg rétt hjá þér að sko þessi populísku flokkar, ef við mögum kalla það, sletti lýðhyggjuflokkar stundum kallaðir, að þeir hafa auðvitað verið að ná ágætis árangri í kosningum víða og eru meira að segja sko svona, já, bæði í ríkisstjórnum og styðja ríkisstjórnir í sumum Evrópusambandsríkjum og það er auðvitað fjöldamargir sem hafa ágjör bæði því og síðan auðvitað sko já, þegar talað er um að samfélagið sé eitthvað að gliðna að þá er það auðvitað kannski svona málflutningur dálítið þessara flokka sem að byggir á því að það sé að verða einhver mikil samfélagsleg gliðnun.
Self-fulfilling prophecy eins og sagtur á ensku. Kannski að einhverju leyti, en sko, þú veist, þetta bara hluti af lýðræðinu og því sem að þarf að takast á við á hinum lýðræðislega vettvangi, það sem sagt, hugmyndir sem að koma fram, sem að keppa í almennum kosningum og það auðvitað bara, sko, misjafnt hvernig, sko, í sumum kosningum hefur þeim gengið vel, og síðan ekki jafnvel í næstu kosningum og ég meina þetta er ekki alveg ein bylgja sem stefnir bara í eina átt, skilur mig. Eitthvað svona lýðhyggju bylgja sem við erum að verða vitnaði í Evrópu. Hlaðvarpið er í samstarfi við fyrirtæki sem hafa reynst mér vel og eitt af þeim er Happy Hydrate. Happy Hydrate veitir þér öll þau steinefni sem þú nauðsynlega þarft á að halda. Ég var alltaf skeptískur á það hvort að það væri gott yfir höfuð að vera að taka einhvers konar viðbótarefni, en eftir að ég byrjaði að nota Happy Hydrate hef ég einfaldlega orðið betri maður. Mér líður betur, kem meira í verk og dagurinn verður einfaldlega betri. Þetta er dagskammtur af C-vítamini, engin gervisykur, dregur úr þreytu, inniheldur nauðsynleg vítamin og bara heilt yfir frábært. Því mæli ég eindregið með því að þið notið Happy Hydrate og skál fyrir því. Í öðru lagi að þá nefnir við sko svona þetta flokka landslag og við sjáum það að sko andstaðan við Evrópusambandsaðild og Evrópusambandi og hugmyndin Evrópusambandið sem að gengur eiginlega út á það að vinna saman, vera með sameiginlega markað. Ef við erum sko ennþá heimspekilegri þá gengur þetta út á það að halda frið í Evrópu sem að mörguleiti hefur náttúrulega svona tekist ef við horfum ekki á Úkrænustríðið sem inn í því mengi. Eurovision græjaði það. Já, Eurovision græjaði það, já, ég veit, nákvæmlega. En sko þá sjáum við að það eru kannski flokkarnir svona, þú veist, nálægt miðjunni og aðeins út á jaðrana sem eru hlindir samstarfinu á meðan þeir sem eru yst á jöðrunum, skulum við segja, sem eru andvígir því. Í flestum ríkjum Evrópu erum við með stóra, mörgum ríkjum Evrópu, flestum jafnvel, erum við með stóra hægri flokka eins og til dæmis Sjálfstæðisflokkin hér á Íslandi sem að eru svona þessi kristilegu demokratar í þeim hópi sem að eru svona, hvað maður að segja, drifkrafturinn á bak við Evrópuhugsunina og eru mjög Evrópusinnaðir flokkar. Og EPP... Sjálfstæðisflokkurinn er nú ekki Evrópusinnaður flokkur. Nei, sem að EPP, sem að Sjálfstæðisflokkurinn nú afturorðin hluti af, European People's Party, er stærsta flokkablokkin á Evrópuþinginu og er sú sem að svona drífur áfram þessa Evrópuhugsun og Evrópusamvinnu. Og næst stærsta blokkin er síðan sko jafnaðarmenn. Þannig að í rauninni ætti Sjálfstæðisflokkurinn að tilheyra þessum hluta ef hann væri á réttum stað svona í evrósku stjórnmála landslagi og ég ætla nú bara að gera mig vonur það að það kunna koma að því einhvern góðan veðurdag að Sjálfstæðisflokkurinn endurskoði þessar hugmyndir sínar Evrópusambandið. Bjarni 2013 kemur aftur. Já, það er aldrei að vita. Nei, það er aldrei að vita. Já, en ég meina Sjálfstæðisflokkurinn auðvitað, sko, það má færa að röka því að því að við erum báðir stjórnmálafræðingar og það er gaman að spá í svona, það má færa að röka því að Sjálfstæðisflokkurinn sé að minnsta kosti tví ef ekki þríklofin þessa dagana, sko. Já, það er þetta að fara að röka fyrir því. Við séum með stóran hluta þeirra sem áður tilheyru Sjálfstæðisflokknum í dag í viðreisn sem það er að segja þeir sem eru Evrópusinnaðir. Þú varst sást á þingi, fyrir hvaða flokk? Fyrir Samfylkinguna. Já, hvað myndir kjósa í dag? Ef ég mætti spyrja, þú þarft ekki að svara þessu. Nei, ég er náttúrulega, hef alltaf verið jafnaðarmaður. Bara frá því ég fyrst fór að hafa áhuga og skoðun og pólitík. Bara, ég gekk í sambandungra jafnaðarmanna þegar ég var 18 ára og ég hef bara svona minni stjórnmálaþáttöku að þá hef ég kosið að vinna mínum sjónarmiðum fylgis innan þeirra hreyfingar, skulum við segja. Ég til dæmis ég var formaður utanríkismálanefndar sambandsrúkra jafnaðarmanna á þingi okkar 1990 þegar við skrifuðum fyrstir stjórnmálahreyfinga á Íslandi ályktun það og samþykktum að Ísland ætti að stefnað inngöngu í Evrópusambandið. Þannig að ég hef lengi tekið þátt í þessu að vinna
mínum áhugamálum brautargengi innan þeirra hreyfingar og ég á svo sem ekki vona því að það breytist sko, það þarf eitthvað mikið að breytast til þess að ég fari úr Breiðabliki í HK sko. Já, það er sko, margir stjórnmálamenn svona fyrirvænandi, ég spyr fólk sko ekki bara heldur bara almennt og spyr ég svona hvað myndir að kjósa í dag. Það er fullt af stjórnmálamennum sem voru áður fyrir einhverja flokka, einhverju bandalögum eða eitthvað þannig sem að breyta afstöðu sinni. Það er sko að það er ekki að mikið flokkshollustar, reyndar eins og tölur allar sína sko. Nei, það er alveg hárrétt. Já, algjörlega. En sko, horfum aðeins yfir praktíska atriði út frá Íslandi. Segjum sem svo að það verði farið í það að kjósa að við skoðum aðildarumsókn og hún verði samþykkt. Svo fáum að kíkja í pakkan og þjóðan segir nei. Hvernig horfir það við svona þeim sem eru nú eftir formaður Evrópuhreyfingarinnar? Myndirðu bara segja, það var þetta komið? Við þurfum ekki að spyrja þessa spurningu næstu 50 árin. Einmitt. Þetta er skemmtileg spurning sko. Ég meina við höfum alveg séð þessa stöðu komað upp, til dæmis í tvígang í Noregi. Að sko Normenn höfnuðu aðild að Evrópubandalaginu 1972, frekar en 3. Og síðan aftur 1994 þannig að norsk stjórnmál eru mjög brennd af þessu og það er svona, hefur verið svona sko, komur að segja samkomulega það þegar norskar ríkisstjórnir eru myndaðar að taka ekki upp þetta mál og hins vegar alltaf einhverjir í Noregi sem að sko finnst þetta óþolandi staða og þar á meðal hafi verið skrifaðar að minnst kosti 2 mjög umfangsmiklar skýrslur á vegum norska ríkisins þar sem að sko talaður hversu mikið fullveldis afsal það sé að vera á hinu evrópska efnahagssvæði en ekki við borðin í Brussel, það er að segja aðilar að Evrópusambandinu og sko svona eins og við erum í dag. Það eru þetta svona ákveðin söguleg tilviljun að þessi staða uppi, að Ísland og Noregur eru þarna á þessu evrópska efnahagssvæði. Það var auðvitað aldrei hugsað sem einhver samningur fyrir einhver 2 ríki í norðri, skilur mig, pluss Liechtenstein. Já, ég voru að segja, ekki 3? Já, það eru 3 auðvitað, já, það er rétt, Liechtenstein með, en þau gengu inn sko eftir þetta. Heldur átti þetta að vera sko, þetta var náttúrulega svona tímabili, fyrst var þetta að hugsa sem sko einhvers konar samningur við stærstu viðskiptablokk sem að Evrópusambandið átti í samstarfi, það er að segja EFTA. Þá voru þarna inn í sko Sviss og Austurríki og Svíþjóð og Finnland og allt þetta sko. Ríki sem síðan gengu í Evrópusambandið, í rauninni nánast bara daginn sem að Evrópska efnahagssvæðið tók gildi sko, þá bara gengu þau inn sko. Þannig að eftir sátu Normenn sem að felldu aðildarsamninginn, af því að þeir ætluðu líka ganga inn sko, og þá höfðu við verið bara ein eftir á Evrópska efnahagssvæðinu á þeim tímapunkti. Þannig að hvað hefði þá gerst? Það er spurning, maður veit það ekki. Þannig að ef að aðild að sko aðildarsamningi Íslendinga við Evrópusambandið eftir að búið var að klára hann yrði hafnað, þá er það auðvitað bara einhver staða sem að er uppi, þá eru auðvitað einhverjar ástæður fyrir því líka, kannski var hann bara ekki nógu góður og ég minna það er auðvitað bara, ég segi það fullum fetum að ef við fáum ekki góðan aðildarsamning þá er bara Þá myndið þú segja nei? Það er bara ljóst að honum yrði hafnað. Ég meina það er bara, þú veist, við myndum auðvitað hafna aðildarsamningi sem gerði ráð fyrir því að við afsöluðum okkur sjávarútvegsauðlindir eins og við getum tekið sem dæmi, sko, eða eitthvað slíkt, eða yfirráðum yfir Íslands meðum. Þú veist, því yrði bara hafnað. Því verður hafnað. Þannig að sá samningur þarf auðvitað að vera góður til þess að hann sé samþykktur. En ef að sú staða kemur, þá er ástæði fyrir því og þá verður auðvitað bara að taka stöðuna á þeim tímapunkti. Hlaðvarpið er í samstarfi við stöndu og mikilvæg fyrirtæki og eitt af því er Poulsen. Poulsen.is til þess að skera hvað eina, hvort sem þú þarft að fara í bílrúðu skipti eða einfallega bílrúðu viðgerð, þá ferðu inn á Poulsen.is. Ef það er stjarna í framrúðinni þá bara bókaru tíma á heimasíðunni, ferð með hann og hann er tilbúinn samdægurs. Ekki vera með stjörnu í bílrúðinni, Poulsen.is, láttu græða rúðuna strax í dag. Við náttúrulega fáum, sko, sama hvernig svo aðildar umsókn mun koma til með að líta út og þá munum við ekki fá neinar bindandi eða að segja framtíðar
Það segja við myndum ekki fá neinar undanþágur til framtíðar. Já, Það liggur nokkuð ljóst fyrir. Þetta er auðvitað sko eina af þessum setningu sem maður heyrir auðvitað mjög oft. Já. Og og það er auðvitað sko... Hún sé myndband af Össur, eða ekki? Já, ég meina, jú, ég er búin að sjá það. En það er auðvitað sko... Þetta er auðvitað, sko, nú hef ég lengi verið að skoða Evrópusambandið og er auðvitað svona Evrópufræðingur og svona, sko, sko, Evrópusambandið segist vera eitt, en síðan annað. Evrópusambandið Það hljómar ekki vel. Nei, sko, það bandalag 27 fullvalda þjóðríkja og það eins og það út af því að það, skilur mig. Nei, ég skilði ekki. Hvað er það að menna? Það sem ég að meina þá það að sko, það ekki one size fits all eins og það langar til að vera, eins og auðvitað mörguleiti mikilvægt upp á innramarkaðin, heldur það à la carte. Það að við séum undan þá þegar að við fáum að blikka okkur ekki kringu það? Já, það fjöldamargar auðvitað sko sérlausnir, við getum kallað það, fyrir aðildarríkin. Og sko, menn þurfa auðvitað bara, þegar menn að semja aðild að Evrópusambandinu, að vera creative eða skapandi í því hvernig hægt að sníða aðildarsamningin að sínum hagsmunum. Það getur auðvitað bara, þú veist, það getur auðvitað bara margt komið til greina þar og auðvitað mjög oft í umræðinni verið talað eins og til dæmis þetta með sko sjávarútvegstefnu Evrópusambandsins að það sé hægt að skilgreina hafsvæði sem að sko hún nær til með öðrum hætti heldur en sko hún nær til sko hafsvæðisins frá Biskajaflóa upp í Norðursjó þar sem að þú veist fiskarnir synda fram og tilbaka og ef að Spánverjarnir eða Baskarnir myndu veiða þá alla í Biskajaflóa þá væri ekkert eftir fyrir Hollendingana í Norðursjónum eða Danina. Þannig að þú veist Mér líður samt pínu eins og við séum í atvinnuviðtali það sem að frænka mín sér það að ráða henni stöðuna. Hún segir já, þú veist, ég meina ég að fara að auglýsa stöðuna ég að fara að auglýsa stöðuna en þú munt fá starfið. Veist, mér finnst svolítið skrítið út af því þú varst að tala að það væri regluverk sem að væri jákvætt út af því að það væri ekki hægt að vera með ákveðna reglur fyrir okkur út af því að þess vegna þurfum við að vera innleiða reglunar þess vegna er bókun 35 góð en aftur á móti að þegar það kemur að því að fylgja þessum reglum að þá eru það einhvern veginn sveigjanlegar út af því að við getum verið sveigjanlegri. Reglurnar eru kannski ekki endilega sveigjanlegar en hins vegar er hægt að sko sníða umhverfið þannig að það sé til hagsbóta fyrir ákveðna leikendur og aðila innan þess. Án þess í rauninni að skerða hvað maður að segja integrity innri markaðarins sem slíks. Þannig til dæmis eins og bara með landbúnaðarstefnuna að ég meina að það sko heimskauta landbúnaðar var ekki til innan Evrópusambandsins og innan evrópskra reglna áður en að Svíþjóð og Finnland gengu í Evrópusambandið. Og þetta er svona tiltölulega einfalt dæmi því að fyrir norðan sko ég held að sé 6000 og aðra breiddargráðu að þá er bara skilgreindur að þar fer fram þessi svokallaði heimskauta landbúnaður og það gilda í rauninni alveg sömu reglur þann landbúnað og gilda evrópskan landbúnað en það fylgir með í kaupið að þar mega ríkin styrkja sko landbúnaðinn eins og þau sjálf kjósa. Þannig að það kemur til út af sko harðbýli og erfiðum aðstæðum meintum fyrir norðan þessa ákveðnu línu kemur til viðbótarstuðningur. En mér finnst það ekki hljóma vel, það er bara eins og Kína er að gera við kísilmál núna þar sem þeir eru að dömpa inn á markaðinn og gera hann ósjálfbæran á Íslandi. Já. Men ef að ríki geti verið að niðurgreiða eitthvað ákveðið sem er líka gert í segjum einhverju smærra Evrópuríki eða jafnvel stærra, þá myndum við ekki vera að gera, hvað ég var að segja, vin okkar mikinn greiða með því að vera niðurgreiða ákveðna þjónustu eins og landbúnað eða eitthvað þannig. Nei. Þannig að það er alveg skrítin staða. Já, en sko grundvallar, þetta er það sem að sko ríki skilgreina sem einhverja grundvallar hagsmuni sína. Aðri grundvallar hagsmunir voru til dæmis það að fá að framleiða og neyta snus, veist hvað það er? Já. Sænsk tóbaksvara. Sem að mér skilst að sé með glerbrotum í til þess að sko þú veist að fari betur inn í holdið eða var það allavega á einhverju tímapunkti og Evrópusambandið bara hryllti sig þegar það sá þessa vöru og sagði bara þetta er bannað í Evrópusambandinu. Það bara kemur ekki til greina að við séum að leyfa þetta og Svíar sögðu bara ef þetta verður ekki leyft þá bara
þá verður þessi samningur feldur. Það var auðvitað bara þannig að þeir fengu auðvitað að halda áfram að framleiða og neyta snus. ennþá snus? Já, það er ennþá. Já. Hérna, sko, það eru nokkra spurningar sem ég er að velta einmitt fyrir mér, sko, en þú svarar ekki einni, þú ert þá að samþykja það samt að ef að þjóðin segir nei, að þá er svarið nei, er það ekki? Sjálfsögðu. Já, og þá þurfum við ekkert að endurskoða það. Sko, tíminn líður. Það er ekkert varalegt í þessu lífi. Sko, í dag að þá eru, Brexit var hvað? Það var atkvæðagreiðsla á 2016. Nei, 15. 16, júní 2016, já. Og þau gengu út 2020. Þannig að Brexit tekur gildi 2020 fyrir 5 ára síðan. Í dag eru ekki nema sko réttur 30% Breta sem eru á því að sko að það hefur verið góð eða sem myndu samþykja Brexit í dag. Þú veist, Brexit er kolfellt í dag og fjöldi Breta vill ganga aftur í Evrópusambandi, skilur mig, 5 árum seinna og það er auðvitað hreyfing í Bretlandi sem að segir, heyrðu, þetta er misefnu tilraun og bara í rauninni hefur verið mjög skaðleg fyrir okkur efnahagslega. En Nigel Farage er að stýra stærsta flokknum, sko, svo við tökum það líka inn í myndina. Já, sko, flokkar eru náttúrulega ekki stórir fyrir en eftir kosningar, sko. Þetta er náttúrulega skoðanakanir. Þannig að þetta er reform fótast betur kosningu? Já, það er auðvitað sama að segja, sko, að þetta er í kolfellt, það er auðvitað skoðanakannanir sem að benda til þess, þannig að við erum auðvitað bara að tala sömu hluti þar. En sko, enga síður og þá er það auðvitað hreyfing innan Bretland sem vil endurskoða þá niðurstöðu og þannig er auðvitað bara pólitíkin og ég meina það er alls konar hluti sem breytast í sko umhverfinu, ég meina við erum að sjá það til dæmis núna því við vorum að tala sko öryggissamningin hérna áðan að öryggismál hafa aldrei nokkuð tíman verið nein spurning fyrir okkur þegar kemur að Evrópumálum fyrir hugsanlega núna, þau eru komin inn í umræðina, það er komið inn í umræðina, heyrðu, erum við kannski á einhvern nátt að auka öryggi okkar með því að dýpka samstarf okkar við önnur Evrópuríki með því hugsanlega ganga þarna inn á þennan markað þar sem að er sko klausa sem að er sko talað að sé virkari heldur en Article 5 í NATO-samningnum upp á það hvenar hún virkjast, hvenar hinn Evrópuríkin eiga að koma okkur til aðstóðar. Það þarf ekki endilega að vera að koma okkur til sko varna með, þú veist, orrustuflugvélum og öðru slíku heldur aðstóð okkur ef við lendum í því að á okkur sé ráðist, skilur mig, með einhverjum hætti. Já, var ekki 50 og 7. kaflinn sem eru það virkaðir þegar hvort að 7. kaflinn hafi ekki verið hervaldið. Já. Langt síðan ég farið yfir þetta. En hérna, það var önnur spurning. Sko, sem getur bara hugleitt saman. Út af því að, sko, Kristrún er búin að lofa því vísvegar að hún vilja ekki kljúfa þjóðina í herðari niður og hún myndi ekki vilja leiða okkur inn í Evrópusambandi með nauman meirihluta. Þannig ég gerir ráð fyrir því að það þurfi 65% meirihluta til þess að við göngum þannig inn, annars væri það frekar einkennilegt ef það væri 50% sem myndi duga. Hvernig horfir það við þér? Ég veit að þú ert sammála mér að þetta eigi að vera eitthvað kringu 65-70% sem þyrftu að segja já. Ég hef bara aldrei heyrt það fyrr og það er auðvitað ekkert reynslan í þeim þjóðaratkvæðagreiðslum sem hafa verið aðild að Evrópusambandinu. Sko, Svíar samþykktu aðild með 52%. Normenn felldu aðildina með sömu tölu nema bara í hinn áttina, 52%. Maltverjar, það var 52% líka. Skilur mig, þannig að það er bara einfaldur meirihluti sem dugir. En Kristrún er búin að segja það samt að hún myndi ekki vilja gera þetta með nefnum meirihluta. Ég kannast nú ekki við það að hún hafi nefnt eitthvað svona aukin. Já, ég veit að hún er búin að segja þetta. Sko. Það væri mjög einkennilegt að það væri gerð eitthvað krafa. Þannig að þú væri sáttu með 52% bara að negla inn. Bara 50,1 sko. Já, mér finnst sko út af því að hérna í Bandaríkjunum sem ég heldur hrifinn af, eins og þú kannski heyrir á mér hérna þá er talað svona supermajority þegar það er til dæmis stjórnarskrárbreytingar eða það að taka stórvægilegar ákvarðanir. Það ég man ekki hvort það sé til þess að fella forseta eða að taka eitthvað annað á sambandi. Vantrauststillögur, impeachment. Já, supermajority þar sem er 2/3 eða 66,67%. Ég er svolítið hrifinn af því prinsipið þegar að vera að taka stórvægilegar ákvarðanir og ég til reyndar að þegar er að ræða stjórnmál og ég held að sé hollt fyrir stjórnmálin að það þurfi ekki alltaf bara einfaldan meirihluta út af því að það veldur því að við séum á ákveðnum stað þar sem
allar umræður einhvern veginn að skilur þú veist, það eru við og hinnir skilur, það eru við hérna 50% á móti hinnum 50%, geti jafnvel trúað því að það hafi jákvæð áhrif þó svo að stjórnmálumræði í Bandaríkjunum reyndar gæti verið töluvert betri stað, að þá er þetta eitthvað sem að ég held að sé ákveðið aðhald í öllum umræðum stjórnmál. Hvernig svona, þegar ég reifa þetta, finnst þér eitthvað vera til marks hérna, eða eitthvað á markandi að hugsa þetta svona, eða finnst þér bara eðlilegt? Já, stjórnarskrárbreytingar eru náttúrulega eitthvað sem að eru alltaf og eiga alltaf að vera svona þungar í vöfum. Við þyrftum að breyta stjórnarskráni til að gangi í Evrópusambandið. Við þyrftum að breyta stjórnarskráni til þess að gangi í Evrópusambandið. Það eru mörg skref sem við þurfum að taka til þess að gangi í Evrópusambandið. Í fyrsta lagi náttúrulega er búið að boða þess að þjóðaratkvæðagreiðslu það að halda áfram aðildarsamningunum. Það er einar kosningar. Í öðru lagi þá myndum við alltaf kjósa aðildarsamning, skilur mig. Það er í þjóðaratkvæðagreiðslu það, alveg eins og í Noregi og Svíþjóð og Finnlandi og annar staðar sem að þær hafa verið haldnar. Og í þriðja lagi þarf alþingiskosningar líka og það þarf stjórnarskrárbreytingu. Þannig að þetta eru 3 lýðræðislega kosningar sem í rauninni ákvarða það hvort við tökum þetta skref inn í þetta samband. Þannig að ég held að það sé eiginlega valla hægt að tala meira lýðræði í því sambandi. Nei. Ertu bjartsýn á það að þið takið þetta? Út af því að þú, eins og þú segir, skilur, að það þarf 3 kosningar. Einmitt. Það stjórnmálaflokkar eiga erfitt með eina kosningar, Já. Ertu bjartsýn á að við verðum komin í Evrópusambandið árið 2027? Mér finnst nú mjög ólíklegt að við verðum komin árið 2027. Þú veist heldur að verið samþykkt og við förum svo í kjölfarið 2029-30. Ég ger mér vonir það. Ég held að þegar við sjáum, af því að það eru auðvitað, við fórum ekki djúpt í það hérna, en það eru aðrir hagsmunir í því fyrir okkur sem einstaklinga að ganga þarna inn sem að munu opinberast okkur þegar aðildarsamningur liggur fyrir. Eins og hvað? Eins og til dæmis bara þeir hagsmunir, efnahagslegu hagsmunir sem geta falist í því að breytum gjaldmiðil fyrir okkur, bara sem erum að greiða húsnæðislánunum okkar, sem að viljum búa við efnahagslegan stöðugleika. Líka það bara vera hluti af þessu evrópska samfélagið, vera með evrópskt vegabréf. Það getur líka bara beinlínis verið öryggisspurning fyrir okkur ef við erum stödd til dæmis bara einhvers staðar erlendis og lendum í einhverjum hremmingum að vera með bara vegabréf sem stendur á European Union og geta farið inn í næsta evrópska sendiráð og fengið aðstoð. En við getum það líka með okkar vegabréf. Já, það er ekki garanterað, Nei. Sérðu samt fyrir einhver aðstæðar þar sem að þú myndir ekki geta labbað inn í eitthvað Evrópusambandsland með íslenskt vegabréf og sagt ég þarf aðstoð. Já, klárlega. Þú ert ekki Evrópusamband. Já, klárlega. Aha. Já. Nei, ég meina, en svo er bara annað líka, ég meina, þú manst auðvitað eftir ICE, eins og ég, að þú veist, það var nú mikil, það var mjög óheppilegt mál sem kom upp akkurat á sama tíma og við vorum í aðildarsamningu við Evrópusambandið og þá kannski sérstaklega það að við erum þar í deilum við 2 Evrópusambandsríki og að framkvæmdastjórn Evrópusambandsins tekur afstöðu með þeim, skilur mig, og erður aðilega málinu. Bretar og hollendingar. Já. Af hverju var það? Af því að þau taka afstöðu með sínum aðildarríkjum og ef við erum inn í Evrópusambandinu að þá hefði, þetta hefði verið öðruvísi þá hefði framkvæmdastjórn Evrópusambandsins, nú ég veit ég er að fara á mjög hættulega slóður að fara að draga upp þetta ICE-mál og það eru auðvitað að teikna upp alls konar scenaríó í kringu það ef að, við hefðum verið með evruna eða verið á leiðinni þangað eða eitthvað slíkt, en ef að við erum inn í Evrópusambandinu þá er Evrópusambandið að gæta okkar hagsmuna. Þá erum við Evrópusambandið og Evrópusambandið er við. Hver þar Evrópusambandið þegar við erum með Sigmund Davíð? Ég ætla að kjósa að svara ekki þessari spurningu. Nei, við þetta nú. Þá förum við svona að ljúka þessu. Við segjum svo að við erum að horfa 5 ár fram í tímann. Við erum komin í Evrópusambandið. Hvað breytist? Við erum með nýjan gjaldmiðil sem ég nefndar, eins og ég nefndi nú upp ég held að sé farsælt skref. Hvað breytist? Það er náttúrulega ég ætla að nefnda að breyta spurningum, það er ein lokaspurning sem ég langar að spyrja. Út af því að núna
talar Kristrún líka það að ASÍ og atvinnulífið þurfa einhvern veginn að vera með. Það svona spurning hvar þau lenda. Já. Ég tel reyndar að þegar það rennur upp fyrir ASÍ að þau tapa svolítið samningsstöðunni sinni það hversu mikið af krónutölum eða evrutölum þau getur verið að prenta inn á kerfi að þá þau örugglega tortryggnar gagnvart þessu. Hvernig horfir út af því að ég gerir ráð fyrir því að þú aðeins inn í þessum gjaldmiðlamálum að það líka sem jákvætt skrefa fyrir mína parta að við myndum þurfa fullorðnast aðeins í sambandi við okkar efnahagsstefnu, fullorðnast aðeins gagnvart í hversu mikið við erum að prenta inn á kerfi sem kannski ekki endilega hefur bolmagn til þess að takast á við það. En þegar þessar breytur kom inn í, þegar atvinnulífið fyrir kannski að skoða þetta betur, þau kannski sjá sínum hagsmunum borgiðana, að horfa á það, við erum að straumlínulaga, ýmsa ferla, við erum með betra aðgengi og fleira. En svo aftur á móti ef við myndum horfa á minnstræðvængin, ASÍ og fleiri, myndum tapa samningsstöðunni sinni gagnvart í hversu margar evrur getur fengið fyrir hvern launaseðil. Hvernig horfir það svona við? Hvernig heldur að sú umræða muni koma til með að þróast? Verandi svona stjúpur í þessu. Síðast náttúrulega þegar við vorum að semja inngöngu í Evrópusambandið þá var verkalýðshreyfingin frekar jákvæð gagnvart því og í sjálfu sér held ég að ASÍ hafi svo sem ekkert breytt stefnu í þeim efnum Þetta hefur bara ekkert verið rætt mjög mikið innan sambandsins undanfarin 15 ára eða svo. Ég veit auðvitað forystumenn stóra verkalýðshreyfinga sem að svona hafa lýst í opinberu vettvangi að þau séu ekki hrifin af Evrópusambandinu út af einhverjum ástæðum sem svo sem ég þekki ekkert sem að þú getur pakkað saman. Ég svo sem þekki ekkert betur. Ég veit ekki hverjar eru endilega. En ég hef ekki séð neitt sem að bendi til þess að það sé eitthvað óhagfellt verkalýðshreyfingu að vera þáttakandi í Evrópusamstarfi eða vera inn í Evrópusambandinu. Nema síðu sé, ég held að það sé mikið samstarf þar milli verkalýðshreyfinga. Ég held að íslenska verkalýðshreyfingin sé að taka eins mikið þátt í því samstarfi og hún bara mögulega getur með því þó hún sé utan Evrópusambandsins. Og í sjálfu sér held ég að það mun ekki hafa neina afgerandi áhrif að ganga inn hvað það varðar Nei, við sjáum bara til. Þegar við hittumst aftur árið 2027 þá verður þú að blæða mig bjór ef við förum ekki inn og ég skal blæða þig bjór ef við förum inn. Já, það er of stuttur tími við vitum það ekki 2027 held ég. Heldur ekki. Heldur reyndar út af því þau segja að verði annarkvort kosningar 2007 eða fyrr. Já, við vitum þá við vitum þá hvort að við erum að fara að halda áfram. Já, við veðjum á að aðildarumsókn verði samþykkt. Það er allt svo flókið. Að halda áfram aðildarviðræðum verði samþykkt. Já. Hvernig ætlaði þú að veðja? Ætlaði að veðja gegn því? Nei, ég ætla að veðja ég veðja gegn því. Þú veðja með. Okay. Svo í smáa letri ætla ég að segja að við þurfum 60, eða þú þurfum 65%. Magnús Árni Skjöld Magnússon, takk aðeinslega fyrir að koma þangað til næst. Takk sem leiðis.